Jæja, velkomin í settið, Breki. Takk fyrir það. Þú varst að þjálfa í viðureigninni hérna á undan. Hvernig þótti þér það? Það var ágætt. Þær spiluðu nokkuð vel stelpurnar, en auðvitað eru þeir andstæðingur. Sérðu eftir að hafa ekki tekið timeout á Lóu þegar hún átti 3 matchbolta í fjórðulóti? Þetta var eitthvað sem ég hugsaði náttúrulega mjög mikið um, sko. Ég hugsaði að taka timeout 10-8 og 10-9, en svo hugsaði ég, sko, að kannski myndi það stressa hana ef ég væri að taka timeout þannig. Og svo vildi ég líka eiga það kannski eftir í oddalótinni, en Þannig að þetta var úthugsað allavega. já, maður minnst pældi í þessu, en svona, jú, ég sé þetta smá eftir þessu. Í baksýnisspeglinum. Heyrðu, en eins og allir sem eru að koma hérna að lýsa með mér, þá þú að byrja að svara 2 spurningum. Ok. Falleg fórhandarlúki á Birgi þarna. Já, mjög gott. Hann heldur pressinu vel, lætur Magnús baka. Já. Hérna, hvar og hvenær byrjaði á borðtennis? Ég byrjaði í KR árið 2010 og ætli að hafi ekki verið í svona október, ef ég man rétt. Veitu, hvað ertu orðinn gamall þá? Ég var 12 ára. Ok, þannig að ekki mjög ungur þegar þú byrjaðir. Nei, ég var orðinn gamall, sko. Ég var í 8. bekk. Já. Byrjaði að spila borðtennis með krökkunum í félagsmiðstöðinni, eða sem sagt það var borðtennisborð þar. Í þá Austurbæjarskóla? Í Austurbæjarskóla. Ok, mjög gott. Við Aldís vorum að ræða það áðan að hún hins vegar byrjaði hún 14 ára. Það er mjög seint. Það er mjög seint, já. En ykkur fór báðum hratt fram. Já. Magnús flýgur þarna áfram, missir Akkurat. fótana. Stígur sig við netið, mjög óvenjulegt. Þegar hann reynir eins og hann getur að koma fórhundur inn, Magnús Jón, Já, sem er hans svona styrkleiki. það er rétt. Birgir aftur á móti svona jafnvígur svona að Já. einhverju leyti. Það er rétt. En við sáum það þegar að Birgir keppti í undanúrslitum á móti Magnúsi Gauta á Íslandsmótinu í ár, sem var oddaleikur að hann er samt mjög sterkur í fórhund. Já, mjög. Og Birgir hefur það líka, hann er rosalega öruggur, sko. Hann getur haldið kúlun á borðinu gangandi bara eins lengi á honum sýnist, sko. Já, Og það er ótrúlegt að æfa með honum, sko, af því að manni líður eins og bara maður sé að spila við vegg, sko. Hann er svo hámæðingastandard, sko. frábært. Það er örugglega bara En já, lykill að því að fara fram. algjörlega. En já, áður en þú settist það niður, þá vorum við Styrmir að fara yfir það að það er dálítið langt síðan að þeir hafa mæst síðast. Að það var sem sagt í deildinni 2017 til 18 vann Birgir Magnús í oddalótu og rétt þar á undan vann Magnús Birgi í bikarkeppninni bara nokkrum vikum áður, þannig að Já, það hefur ekki alveg ringt á það núna. einmitt. Þannig að þeir reyna með þetta fyrir langa tíma. Náttúrulega báðir búin að vera úti Já. að æfa í Svíþjóð. Ó, þetta var flott. Birgir Hann var, er fljótur að bregðast við. Birgir var alveg vissum að hann hefði unnið þetta stig. Já. Kannski komið full langt yfir borðið. Já. En það er einmitt, þetta er eitt af því sem Maggi hefur líka, hann er náttúrulega ótrúlega baráttuanda, sko. Og hann svona vinnur bolta sem maður heldur ekki alveg að hann muni vinna, sko. Já. Þegar andstæðingarnir með yfirhöndina. Einmitt. Og við erum búin að sjá það í dag að Víkingarnir eru búin að vera að hvetja hvern annan áfram mjög vel, sko. Þeir eru duglegir í því. Mhm. Það er líka mikilvægt að halda liðsstemmningu, sko. Já. Hann er klæða að pása. Hann klæða að pása. Mikilvægt að það sér nokkur sekundur. Já. Anda, sérstaklega ef þú ert búin að tapa nokkrum stigum í röð. Nákvæmlega. Kannski andstæðan ef þú ert búin að vinna mörg, þá viltu bara halda Þá áfram. viltu bara halda áfram. Gera á þetta. En það eru búin að vera fáar handklæðapásur í dag. Einmitt. Þetta var fallegt hjá Birgi. Já, hann las upp hérna vel og var búinn að snúa sér áður en hann kom. Þetta var bara spurning hvort hann var að fara að gefa þessa langt út í bakandi eða stutt út í fórhund. Sem hann spilar svolítið ekki en að hann, Magnús, spilaði stuttar út í fórhund eða langar í bakandi. Gerir núna stutt út í fórhund. Og kemur fórhundinni vel inn. Beint eftir það. Þannig að hefði maður viljað sjá aðeins meiri grunn frá Birgi, kannski reyna að koma flippinu inn á uppgjöfina. Til þess að hann sé ekki svona á afturfótunum að
skota bara langan bolta. Já, Birgir gerir hana vel og hann opnar með forhönd og er komið í yfirhöndina. Maggi bara heldur sér svo vel upp í borðið og Hann gerir það. þrönga Birgi aftur. Og Maggi er betri að hreyfa sig af þeim tveimur, sko. Já. Og hann er að spila mjög vel líka. Hann er að gera það. 10-6 staðan fyrir honum. Og Birgir svona er ekkert rosa hress í framann. Nei. Fín ykkur. Fín ykkur. Maggi er líka með að hann er með óþolandi uppgæðara, ef ég á að segja svo til að taka á móti. Já. En það er mikill snúningur að þeim. Já. Þær eru samt ekkert alltaf lágar, þannig að Já. þú heldur að þær séu verri heldur en þær eru. Já. En síðan, þú veist, kemur það þér á óvart að það er alveg mikill snúningur og svona, þannig að mann kannski líður eins og maður hafi betra færi heldur en maður hefur, sko. Akkurat, það lítur út eins og maður getur bara slegið mjög fast. Einmitt. En svo mikill snúningur að, já. Já. Birgir aftur á móti með akkurat anstæðana, aðeins minni snúningur en þær eru vel lágar yfir netinu og Já, erfitt það að er komast inn að hárrétt. þær. Hann spilar almennt frekar lágt spil, sko, sem er fínt. Bara Já. blokka lágt og lúpa lágt. Nú munum við sennilega, það sem Tommi sennilega segir við Birgi, það er bara hann ætlar að reyna að halda honum út í halda honum bakendamegin og uppgjöfnar verða að vera þannig að hann sem sagt gefur stutta uppgjöf og reynir að færa Magga með flippið þangað til að hann er komin vel langt út í forhönd að flippa með bakhönd. Þá getur hann gefið langa út í bakhönd til þess að hræða hann. Þannig að þess að ef Maggi kemur ekki forhönd með bakendaflippinu sínu inn beint á uppgjörninu og Birgi þá getur hann lent í vandræðum, sko. Akkurat. Magnús vill bara geta nota bakendaflippi til að koma forhöndunni næst. Akkurat. En ef hann nær því ekki, þá er hann í óþægilegu stöðu. Akkurat. Hann er samt búinn að vera að vinna vel úr því í þessum stegum sem við sáum í fyrstu leikri. Það er rétt, en það er engin spurning að Birgir mun breyta aðeins uppgjöfatakni. Já. Aftur sjáum við að Birgir kom með í röndina en svo er eins og hann takir svona skref aftur eftir að hann opnaði fyrsta boltan. Já. Maggi blokkaði veikan bolta og þar á Birgir bara komin og hamra hann, sko. Það því að Maggi klúraði hann að auðvöldu bolta, hann hefði alveg getað komið inn og unni stigi, sko. Það er rétt. Báðu leikmenn spila fínan stuttan leik núna. Birgir hvetur sig mikið áfram. Hann vill vinna. Það var fallega afgreitt. Þetta var mjög vel gert. Birgir heppinn þarna. Það sem hann vantar núna sennilega hvað mest, það er að hafa meiri stjórn á uppgjöfunum við Magga. Hann er að græða alltaf mikið, hann Maggi á því að gefa stuttar út í forhöndunni á Birgi. Já. Og hann bara hefur enga stjórn með því, sko. Þetta var aðeins og löng uppgjöf hjá Birgi og mjög vel lesið af Magga. Já. Dýr bolti þarna, Magnús jafnar 3-3. Þessi uppgjöf var ágætt. Hún gerði það sem hann vildi, ef ég er að giska rétt. Hann reyndi að gefa hann hálflanga uppgjöf til þess að Maggi þyrfti að lúpa og fær hann háan og vill þá koma inn og pressa á móti en klúraði því. Akkurat. Enn og aftur, þá er Maggi að vinna stiga á því að gefa bara stuttan í forhönd. Já. Ég vil sjá fleiri löng stig núna. Þetta er búið að vera alltaf mikið bara 2 boltar. En það er nú svolítið þannig hjá Magnúsi. Alltaf stigin í hans leikjum er ekkert mjög löng, sko. Þannig að þess að hann er svona snúningaspilari og svo leið hann sér tækifærið og tekur hann það. Sama hvort hann klúri eða ekki, sko. Aha. Hann er ekki þannig leikmaður að hann leyfi kúluna að ganga neitt sérstaklega lengi, sko. Ólíkt við Birgi sem er oft með mjög löng stig. Akkurat. Það var bara mikið undi að sjá leikinn í honum og Magnús Gauta á Íslandsmótinu. Einmitt. Bara hvað þetta voru
gæða löngstig, sko. Já, þeir eru náttúrulega báðir í fáranlega góðu æfingaformi, sko. Og hafa líka þar að ekki æft svo mikið saman. Já, Að þeir þekkja hver annan mjög vel, akkurat. skilja höggin hjá hver öðrum, vita hvað er mikill snúningur, vita hvar þau eru að fara að lenda út frá líkamsstöðu og svona, þannig að Akkurat. ólíkt því hjá Magga og Birgi að þá kannski náttúrulega ekki úr sama uppeldisfélagi og Já. já, Maggi er eiginlega bara að vinna þennan leik eins og er á uppgjöfum, sko, ef ég að segja svo. Gott hjá honum. Mjög vel gert. Það er innilega búin að vera duglegur að æfa ekki að hana í Svíþjóð. Það er búin að vera að æfa í, hann og Birgir er búin að vera að æfa í Eslöf í Svíþjóð sem er svona höfuðból borðtennis í Svíþjóð. Já. Eru með sterkastu lið bæði í kalla og kvennaflokki. Hafa unnið seinast sko einhver 10 eða eitthvað af seinast 12 skiptum að minnst í kallaflokki. Svíþjóðarmeistarar sem sagt. Já. Já, það er náttúrulega mikið af íslensku borðtennisfólki sem hefur farið og eftir á Norðurlöndum þegar þau hafa verið svona, já, útskrift úr skóla og annað. Þannig. Þó að það séu nú væntanlega Þjóðverjarnir sem að séu sterkastir hérna í Evrópu. Já. Það er alltaf þeir sem að eiga helst séns á móti Kína. Akkurat, Frakkarnir er líka búin að vera mjög sterkir. Þeir eru komin með mikið af kannski yngri spilurum með núna. Rétt. Og hérna, sem eru nú samt svona að komast á góðan aldur núna til þess að fara að vinna kynverðina en hafa kannski ekki sýnt það. Já, spennandi að sjá hvað gerist í því. Mest klúrar hann að öldubolta, gerði vel, gaf góð uppgjöf, fekk hátt bót, lúpar yfir. 9-6 staðan. Það var vel blokkaði á Birgi. Það er mjög vel gert hjá honum, en við sjáum samt sem aður að hann er aftur, opnar fyrsta bolta og er síðan á eftirfótunum eftir það. Já. Og hleypir Magga inn. Þannig að Maggi þarf ekki annað en að blokka bara einn bolta, opnunum eða Birgi, bara velja sér fína stað til að blokka hann á og þá getur hann komist inn auðvitað. Birgir það að vera duglegri að fylgja opnunum á eftir með öðrum svona bolta. Akkurat, hann þarf að halda sér á tánum eftir fyrstu opnun. Bara treysta á að muni koma tilbaka, fylgja eftir. Já, það er tekið timeout í stöðunni 9-7. Þetta er það sem heitir, ég kalla það ensku held ég, offensive timeout og það er sem sagt þegar þú ert með fórustuna, tapar svo einhverju stigum í röð og hérna ert samt ennþá með fórustuna, þá tekur þú timeout til þess að reyna að viðhalda henni. Og þetta er sem sagt, þetta er það sem kalla offensive timeout, svo ertu með defensive timeout sem er svona það algengara. Sem er, já, kannski algengara og það er þegar þú lendir undir og það er að taka timeout til þess að svona koma þér í gírinn. Já. Sjáum að Birgir vinnur fyrsta stigið eftir þetta offensive timeout sem er mikilvægt stig. Gífurlega mikilvægt. Aftur, nákvæmlega saman. Birgir opnar fyrsta bolta, er með mjög góða stöðu til þess að taka næsta bolta og bara klára hann, en bara rétt ítir honum yfir neti og Magnús Jóhann kemst inn. Einmitt. Magnús Jóhann heppinn samt vissulega að fá í netið og yfir. Já, en einhver sér, þetta var... En úr góðu höggi, allt í góðu. Opinn fórhundabolti fyrir hann. Já. 10-8 fyrir Magnús. Það er net í uppgjöfinni. Þá gerum við aftur. Birgir heppinn hana, gerði ekki mikið við uppgjöfina. Mikið pressa. Já. Víkingarnir kalla til Magga. Þetta er störst stig núna. Þeir eru báðir æstir í sigur. Þetta að vinna lotuna á poti. Já. Það er eitthvað. Hann er að vissi ánægður með þetta, komin í 2-0. Já. Það
það mikilvægt fyrir Víkinga að taka þennan leik. Já, heldur betur, það væri erfitt að lenda 2-0 undir í tílega leikinn eftir. Nákvæmlega. Og held að BH hafi verið svona sterkari í tílega leiknum þar sem hafi tímum. Já, þeir hafa verið það sko. Það má segja. En það þá sennilegast Jóhannes að fara að spila með Birgi í tvíliða leiknum. Eða ekki? Jú. Jú, algjörlega þegar láta hann alltaf Magga Gauta eiga leiknum með 4. Já. Ef til hans kemur, Akkurat. þá vil ég reyga hann. Akkurat. Og Jóhannes þá sem aldursforstöðin að hann á þá senasta leikinn. Einmitt. Það mjög ungt lið, bæði hjá Víkingi og BH. Þeir eru með 2 mjög unga leikmenn. Algjörlega, í lykilhlutverkum sko. Birgir á mannskauti, báðir fæddir árið 2000. Já. Og í Víkingi þá Magnús Jón og Ingi Darvís, fæddir 98 og 2002. Það var einmitt verið að ræða það hérna áðan að það eru búin að vera ákveðin kynslóðaskipti í íslenskum Borgtennis. Akkurat. Lengi búin að vera einhverju svona 30 ára eldri leikmenn að vera burðarásar í sigrum hjá KR og Víkingi í deildunum og svona. Akkurat. Núna eru ungir og efnilegir leikmenn og bara allt gott við það. Nú, Víkingur hefur nú langoftast unnið þennan kallatitil, það má segja. Já, undanfarin ára, bara, þú veist, áratugi. Já. Þeir hafa verið með marga ólíka kalla sem að hafa unnið þetta saman og Magnús K. hefur verið fjölda ára í liðinu og verið mikilvægur í því og Daði Freyr félagi hans. Svo ekki talað Gumma sem situr á bekknum. Já, en svona einhvern veginn málið að Guðmundur hins vegar á hans bestu árum var ofta að keppa fyrir erlend keppnislið. Til dæmis í Svíþjóð og Belgíu og víðar. Og þá var hann ekkert að keppa í deildinni heima Þá voru einhverjir félagar hans og vinir hérna að sjá Akkurat. Bróðir hans til dæmis. Bróðir hans til dæmis. Hann spilaði mikið. Matthías Stephensen. Og pappið þeirra formaður deildarinnar og enn í dag, Pétur Stephensen. En svona sem dæmi hvað Víkingur voru með sterkt lið á sínum tíma þá ef mann rétt held ég að hafi verið í kringum 2004-2005 að þá sem sagt voru Víkingar með 2 lið í efstu deild og B-liðið vann. Nei! Þeir eru sem sagt bæði deildar og Íslandsmeistarar ef mann rétt eða bara Íslandsmeistarar. Vá, ótrúlegt. En þess að þeir voru með svo ótrúlegan fjölda og voru það þá Magnús Finnur og félagar hans? Já, Magnús Finnur og Tryggvi Áki og þeir eru þá Íslandsmeistarar. Og var það þá Víkingur A, Víkingur B í úrslitum bara? Frábært bolti frá Birgi hérna. Já, Víkingur A, Víkingur B í úrslitum. Og í Víking A-liðinu voru þá Matti, Maggi K og sennilega ef hann var kominn aldur. Já, ég var að fá hérna innskot frá Kára Vífisinni. Hann segir Káir hefur unnið þetta langoftast kalla megin. Já. En enda var ég bara að tala síðustu svona 20 ár Akkurat. Káir náttúrulega unnu órofið í einhver 20 ár Það var sem sagt. Já, pabbi til að tvekja í BH hérna var nú hluti af því. Tómas Guðjónsson. Já, akkurat. Og hérna mikil bortennis fjölskylda. Það var mjög gaman núna á dögunum þegar það var önnur bortennisfjölskylda að jafna metið flestir Íslandsmeistaratitlar í fjölskyldu, hérna 6 stykki. 6 titlar þegar Guðbjörg var Íslandsmeistari. Já, Guðbjörg var alveg 8 ára að verða Íslandsmeistari í 11 ára yngri, mjög efnilegt hjá henni. Já. Og var þá 5. systkinið, hvorki meira enn minna, og 7. í fjölskyldinu út af mömmunni líka. Akkurat. Til þess að verða Íslandsmeistari í bortennis. Já. Og þau eru þá 4 systkinum og mamman og pappin. Já. Í hérna Granaskjólsfjölskyldunni.
það var náttúrulega bara mikil pressa á annars vegar Gunnar að fara að æfa vel til þess að hann geti orðið Íslandsmeistari. Akkurat, hann hefur nú verið að keppa á Íslandsmóti öldunga. Já. Og hérna með Guðrúnu konunni sinni í tvendaleik sem dæmi, ég held að þau hafi verið í verðlaunasæti síðast. Einmitt. Og ef ég fer ekki með rangt mál þá held ég að Gunnar sé eini spilarinn á Íslandi sem spilir með kínahaldi í dag. Já. Að minnsta kosti sem keppur á mótum. Það er held ég rétt sér. Fyrir þau sem þekkja minna til þá virkar það sem sagt þannig að í staðinn fyrir að halda á spaðinum svona eins og byssu þá vísa spaðinn niður og þú heldur utan hann með 2 fingrum. Já, eins og penna. Eins og penna. Og þá er sem sagt miklu auðveldara að nota forhöndina eiginlega bara allt borðið. Ólíkt því að hér sjáum við að leikmenn beina spaðinum beint áfram þegar þeir gera sér tilbúin að geta tekið kort sem er með bakhönd eða með forhönd. Akkurat. Annað sem kínahaldi eða pennahaldi hefur er að úrliðurinn er alveg laus. Já. Þegar og getur farið og þú getur snúið spaðinum jafnlangt í báðar áttir sem því að það getur verið auðveldara að gefa uppgjafir. Mjög fínt fyrir uppgjafir. Það er í sveiflu. Já, og líka mjög fínt fyrir lúp en þú veist þetta hefur verið á undanhaldi á heimsvísu af því að bara hefur sýnt sig að venjulega haldið er alveg betra. Einmitt. Og þarna jafnar Magnús Jóhann. Já, það er allt í járnum hérna. En við hefum líka séð að þróun bortins hefur verið svolítið í áttina að bakhönd. Bakhöndin er orðin miklu stærri hluti núna. Miklu stærri hluti og það var náttúrulega kúlan hefur hérna stækkað frá aldamótum. Akkurat, snúningur minnkað og þróunin hefur verið svolítið í þá átt að núna skiptir eiginlega bara meira máli að gera fast og bara gegnum snúningin, ef svo má segja. Akkurat. Og bakhandar flip hafa verið að koma mjög sterk inn núna í seinni tíð. Þannig Birgir er afturfótunum og gerir ekki vel. Hann verður að ákveða sig hvort ætlar hann að pota eða flippa þessu gjöf. 9-9. Mikil taugastaða. Ríkisútvarpið mætti hérna að taka það upp. Þetta er frábærlega gert þegar hann báðum. Mjög vel spila. Hérna hittir Magnús Jóhann í kantinn á spaðinum og næri ekki að lúpa þriðja í röð. Þá við sjáum Birgir hann er með góða taktík, hann eftir að Magnús opnar þá setur hann aftur í bakhönd, þröngur hann ennþá lengra og undirbýr sig til þess að blokka langt út í forhönd og við sjáum að Birgir komin með lotu, hann er komin á blað. Hann er komin á blað, 2-1 fyrir Magnúsi. En þá, langt eftir fyrir hann. Gæðaleikur. En þetta er nákvæmlega það sem Birgir vill gera, sérstaklega ef Maggi er að komast inn að þá vill hann bara hann vill blokka haldunum djúpt út í bakhönd og svo þegar Magnús er komin verulega langt með forhöndina að þá vill hann setja hann langt út í forhönd. Akkurat. Tómas er hérna að leiðbeina Birgi hvernig hann á að láta skiptast á milli. Akkurat. Forhönd, bakhönd. Birgir er búinn að vera aðeins hikandi í þessum leik, finnst mér, ef ég á að segja þessu alveg. Það er eins og hann geti ekki alveg ákveðið sig hvort hann ætla að pota eða sækja. En núna eftir að hann komið með lotu á blaða þá er aldrei að vita nema að hann sé komið með aðeins meira sjálfstraust og sé tilbúinn að bara leyfa höggunum að gera sitt. Vel gert hana. Eins og segja, hann setur Magga langt út í bakhönd og blokkar svo djúpt út í forhönd. Lætur Magga hreyfa sig mjög mikið. Og við sjáum að hann líka setur puttan upp að Tomma þjálfaranum sínum til marks að Tommi hafi verið að segja eitthvað rétt við hann. Já, akkurat. Tommi er búinn að standa sig vel sem þjálfari í vetur. En var sjálfur að vinna aðra deild karla
Akkurat. liðið sínu BHB. Einmitt svolítið óvænt. Nokkuð óvænt. Spilaði þar með feðgum. Borðtennis fjölskyldu íþrótt. Akkurat. Það voru Björn Brynjar og Kristoffer Júlían, feðgarnir, sem að spiluðu með Tomma sem BHB í vetur. Já. Og unnu BHC, öðlingaliðið þar, fyrir daginn, og tóku síðan Víking. Víking B sem að allir hefðu veðið á, líka Tommi sjálfur sagði mér. Akkurat. Það var mjög óvænt sko að Tommi og Kristoffer unnu tvíliðarleikinn bara 3-0 og Kristoffer sé bara, þú veist, bara ungur og miklu, þú veist. Já, mjög, hann er hvað, 12 ára? Já, 12 ára 13. Já. Og í liði Víkinga var þá mikill reynslubolti, Stjáni Kristján Aðalbjörn sem er frægur fyrir að vera góður í tvíliðarleik sko. Einmitt, og fyrrum íslensku einliðarleik, kalla. Hann tókst að vinna hana einu sinni, ég held að það hafi verið árið 93. Áður en að Gummi vann síðan árið 94, vann hann í úrslitum og það var nú ekki mikið sem fyrir Stjána. Þarna brendi Magnús Jóhann af uppgjöf. Já. En Birgir kom með aðeins betri tök á uppgjöfin hans. Já. Einmitt núna. Hann er það. Og núna langur í forhönd eftir bakandi. Þetta er stutt í forhönd. Nei, ég sagði öfugt. Langur í bakandi eftir forhönd. Já. Sem er samt mjög fínt ef þú vilt opna með forhöndinni þinn í næsta. Það er hárrétt. En þessi uppgjöf hentar Magnúsi mjög vel vegna þess að það er öfugur snúningur á henni. Snúningurinn leitar í forhöndina. Já. Þannig að ef þú ert ekki að gera nógu mikið við boltan og leyfir snúningum bara svolítið að ráða, að þá kemur boltin yfirleitt forhöndamegin, verður auðvitað fyrir mann sko. Já, eins og hann vill fá hann. Já. Þannig að Birgir þarf að vera duglegri, sérstaklega þegar hann fær hann svona stutt út í forhönd. Það er auðveldara kannski þegar maður fær hann langar í bakhanda að stýra honum, en þegar hann fær stuttan í forhönd að vera virkilega að stýra honum, en þess að ef hann er ekki að gera mikið við hana, þá verður svo auðvelt fyrir mann að komast inn, sko. Hann hafa góð staðsending, beint á miðuna, Magnús vissi ekki hvort hann taka forhöndið að bakhand. Var aðeins svo lengi ákveða sig. Einmitt. Birgir núna í 7-4. Fínasti yfirsýningur. Já, vel gert hjá Magga. Hann er þetta fyrir þetta, opnar miklu snúningi í forhönd. Hann tekur boltan mjög seint, eða hefur oft gert það þegar hann fær hann út í forhönd til þess að þá er náttúrulega minni snúningur á kúlunni í fyrsta lagi og svo getur hann sett svo mikið snúning með risastórri sveiflu. En hann hefur aðeins breytt í, farin að taka boltan svolítið fyrir. Já. En Birgir er búinn að sýna það í þessum leik að hann er virkilega góður svona all-round spilari. Einmitt. Hann er, þú veist, á meðan Magnús er búinn að vera að vinna rosa mikið úr, þú veist, fyrstu opnun uppgjöfum eitthvað svona að Birgir er búinn að vinna úr alls konar ólíkum uppsetningum. 9-6 fyrir Birgir. Já. Þannig var hann komin aðeins fram úr sér, en þó hann var með rétta hugmynd sko, hann hefði bara þurft að byrja leikinn á að gera þetta sko, að reyna að koma, þú veist, forhöndin inn og refsa Magga ef hann ætlar að, ef uppgjöfin dettur löng þegar hann er að gefa svona, reyna að gefa stutt í til forhönd og, en til þess að Maggi verið síðan hræddur við að gefa svona stuttabolt út í forhönd, en byrjaði leikinn á því að vera svolítið á afturfótunum og þá er aðeins að fara alltaf að koma sér inn þegar staðan er 2-1 og 10-7. Já. Maggi þarf auðvitað að detta í oddalótuna núna að sýna aðeins meiri skynsemi í næstu lótu. Já. En hann er það ótrúlega karakter. Það veit alveg að
Hann náði ekkert eftir að gefa Oddalotuna Ó nei, neitt eftir. þekktur fyrir hörkubaráttu. Hvernig uppgjöf velur hann? Þessi stuttar á miðju. Fekk boltan sem hann vildi, en klikkar á honum. Kannski ekki alveg nógu langur fyrir hann. Það var spurning hvort hann hefði kannski átt að flippa hann eða bara reyna að halda honum stuttum aftur. Það er staðan orðin 20. Já, þetta er önnur Oddalotan í dag. Eða fjórða ef við tökum leikinn með það. Já, vissulega. Einmitt. 5. leikurinn í dag og 4. í Oddalotu. Já, Bortennis er svo andleg íþrótt. akkurat. Það er aðeins einn leikur farið 4-0 fyrir Nefinu Já, á móti Kristínu. Spilaði akkurat. hrikalega vel. Nefina er mjög flottur leikmaður. En nú fáum við sennilega að sjá. Sýnist Pétur Martin ekki vera á bekknum hjá BH sem gæti þýtt að hann sé að hita upp Það fyrir er tílaða rétt. leikinn. Jóhann settur á móti Stendurana. Enginn hjá Víkingi byrjaðar undirbúið sig fyrir tíla að hita upp. Einmitt. En Jóhannes að labba núna út gæti þýtt að Pétur Martin sé kannski að bíða eftir honum. Já, Það að Jóhannes sé að fara að skokka þarna aðeins fyrir utan. Sko, mér finnst dularfullt að Sindri, hann er í bolnum eins og þessi tilbúin að keppa. Já, það er spurning. Já, Það er aldrei að vita. Úff, þetta er vond byrjun. mjög dýr byrjun til þess að byrja á Oddalotu. Já, 1-1. ágætlega gert á Birgi að láta Magga taka bakvöndina en aftur á myndi hún tæst ekki að fylgja eftir með blokkinu. Hefðum hann að bæta upp fyrir ykkur að fyrir ytri. Já, ég stundum velti fyrir mér hvort það sé karma í gangi í Bortennis. Það er svona, þú veist, mann líður oft eins og sé, þú veist, einhver fær netbrún og þá klúður hann uppgjöf næst eða eitthvað. Já, og eiginmaður það inni. Já, nákvæmlega. Þetta var, já, lélegt stig hjá báðum. Það er þetta er. Léleg móttaka hjá Birgi, Magnús Hikar, potar aftur. Birgir reynir ekki einu svona að koma sér inn í það, heldur pota bara aftur. Já, það var samt ágætt staðsynning, það er eitthvað. Þetta er betra að sjá, ekkert hik, bara vaða beint í boltan. Hins vegar ef hann hefði komið aftur á borði þá hefði hann ekki átt séns. Einmitt. Þeir eru báðir dálítið í því að setja allan þungan niður á vinstri fótinn eftir lúpið og vera í erfiðleikum með bolta 2 svona stundum sko. Já, vel gert að Birgi hana. Magnús er búinn að vera með, já, sko, hann er búinn að vera með talsvert betri móttökur eftir hérna í þessum leik, heldur en Birgir. Birgir er búinn að vera svolítið í vandræðum með móttökurna. En Birgir er bara búinn að spila mörg stig mjög vel þrátt fyrir að leyfa Magnúsi að komast inn. Já. Og það er svolítið eins og hann sé að spila upp á það, að reyna að pota erfiðan bolta og láta Magnús opna og reyna að koma honum aftur þetta en þannig. Einmitt. Það byrgir sér að leitast við að taka löngu stiginn. Akkurat. Og hann aftur, pota bara löngu uppgjöfuna af Magga. Reynir að fá Magga til þess að snúa sig við og opna og koma svo bara boltanum í spil. Einmitt. Það er ósættur við að blokka þessar fyrstu opnarnir. En nú skipta þeir helming. Birgir er náttúrulega ennþá time út sitt eftir. Akkurat. Og nú er hann yfir. Þetta er dýrt. Þannig tekur hann seinna uppgjöfa klúrið sitt.
Já, í mjög. þessari lotu og Birgir einmitt 2 stigum yfir. Aftur sjáum við samt, Birgir gefur bara langa uppgjöf, leyfir bara Magnúsi að komast inn Já. og reynir svo að spila stigið, en Magnús spilaði stigið frá móti mjög vel í þetta sinn. Akkurat. Sjáum við aftur, Magnús með mjög góða móttöku þarna. Hann tekur mjög vel á móti boltanum, heldur hann mjög lágum og stuttum. Birgir getur ekki gert neitt við hann. Birgir potar hann bara langan, leyfir Magnús að komast inn og hann blokkar og Og Birgir Magnús nær blokkar ekki í síðan lúpi 2. akkurat. Jæja, Magnús gerir svo góða uppgjöf. Já, það verður sem sagt að þetta er mjög áhættusamt spil að vera alltaf að hleypa Magnúsi svona inn, sko, en það virðist að einhverju leyti vera að virka. Já, Þetta er kannski ekki það sem ég myndi segja við Birgi ef ég væri á bekknum. akkurat. En nú myndi Magnús alveg gjarna vilja eiga timeout, held ég. Já. Hann þarf bara að halda áfram. Góður boltið hana og hann bakvend. er ekki sáttur, svona að segja, honum fannst eins og honum eigi bara að hitta þessa bolta alltaf eins og hann gerði núna, eins og þetta hefur verið sjálfsagður bolti. Já. Magnús hvetur sig áfram. Þetta er vel gert, hann er tilbúinn í þessu uppgjöf. Hún dettur aðeins og há, spurning hvort að Magnús hefði verið í slæmri stöðu. Og Tommi tekur timeout, ok. Aftur sjáum við þetta offensive timeout. Birgir Offensive timeout. með 3 stiga forystu og vill halda henni. 1 stigs fórustu. Já, fer úr 3 stiga í 1 stig. Já, Akkurat. akkurat. Ég held að þetta timeout hendi samt Magnúsi líka bara mjög vel. Já. Einmitt. Gummi sannlega að hvetja sinn mann bara til þess að taka þessa bolta og virkilega klára þá þegar hann fær tækifærið. Að vera ekki að leyfa boltanum að ganga svona vel ef hann þarf þess ekki, sko. Sindri á bekknum, duglegur, segir honum að spinna boltan. Setja eins mikið snúningu og hann getur. Nú allt í ánum. Liti í þessar uppgjöf. Við sjáum það, nú kemur það bara í baki á Birgi að hafa ekki verið að sækja svona senustu lótuna. Hann er ekki viðbúinn að fá háan bolta út í bakvörn, hann er bara tilbúinn í potið. Akkurat, hann hefði átt að sækja þennan. Þessu snýr hann við úr erfiðu stöðu hann Magnús. Svona stig viljum við samt sjá. Það var mjög vel gert, já. Hann segir hú. Hann er að vinna þetta bara þannig. Hann er að gera það. En eftir fyrir mér, ég held að Birgir sé líka bara að tapa þessu leika á því að hafa spilað þetta eins og hann er. Þetta svona taktík virkar ekkert. Hún virkar ekkert þegar á hólminn er komið, sko. Nei, að vera að hleypa leikmennum inn svona eins og... Nei, þá ræður hinn leikmaðurinn algjörlega bara ef hann kemst í betra stöðu og hittir betur, Akkurat. þá ert þú alveg valdalaus. Þú treystir bara á að hann klúðri. Já. Og hann vinnur þannig á brúnabolta. Hann vinnur á brúnabolta og Birgir ekki sáttur. Aldi spjaldar hann! Það er hann að gullspjald. Ok, það var mjög umdeilt
þetta var snögg ákvörðun hjá Aldísi. Það er nefnilega mjög umdeilt á Íslandsmótinu í mars Já. að eftir að Birgir tapaði undanúrslitaleiknum á móti Magnúsi Gauta,